Komið sæl og verið velkomin í þáttinn HM30 þar sem við ætlum að fjalla heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna sjálfbæra þróun. Ég heiti Dídí. Og ég heiti Aron. Þið hugsið kannski strax bara, af hverju ætti ég að vera að pæla í þessu? En, Aron, það sem við búum á jörðinni eru þá okkar hlutverk og skyldur að taka þátt í því að búa til betri heim fyrir okkur öll. Og við ætlum að ná öllum þessum heimsmarkmiðum fyrir árið 2030. Ok. En já, það er alveg satt. Það hafi ekki allir sömu tækifæri. Við erum ekki að fara nógu vel með jörðin okkar og við getum gert eitthvað í því. En við verðum að gera þetta saman. Sameinuðu þjóðirnar eru sko með áætlun. Ég elska góða áætlun. Svona plan sem hægt að fara eftir. Og það eru heimsmarkmiðin 17. Og snúast þau það að gera heiminn okkar að sanngjarnari stað. Og í rauninni snúast þau öll að heimsbyggðin verði sjálfbær. Heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna sjálfbæra þróun. En hvað þýðir það? Ég skal sýna ykkur dæmi sjálfbærni. Segjum svo að ég eigi þessa eyju hér. Á þessari eyju eru 52 eplatré og á hvert eplatré koma cirka 7 epli á ári, segjum það. Ef ég tíni eitt á dag, hvað getur þá gert það lengi áður en öll eplin klárast? Ok, bíddu, 7 epli sinnum 52 eplatré. Það þýðir að koma 365 epli á ári á eyjuna. Þannig þú getur gert það endalaust án þess að eplin klárist. Af því að það eru 365 dagar á ári og þú tekur bara eitt á dag. Nákvæmlega. Það þýðir að eplaþínsla mín sjálfbær. Allt sem maður getur gert að eilífi án þess að skemma umhverfið sitt sjálfbært. Akkurat, en segjum svo í staði fyrir að tína epli, þá höggvur niður 1 tré á viku til þess að smíða lúxustóla úr eplaviði. Hvað getur gert það lengi? Ég get bara gert það í 1 ár, því þá verða öll 52 eplatrén fallin og eplatré vaxa ekki svona hratt. Eftir 1 ár þá verða engin eplatré eftir á eyjunni og ég get hvorki tínt epli né smíða stóla. Einmitt, þannig að það er ekki sjálfbært að höggva svona mörg tré. Nei, heimurinn okkar svolítið eins og þessi eyja. Það er ekki til endalaust tré í heiminum eða endalaust dýr eða endalausir fiskar. Heimsmarkmiðin ganga sér í lagi út á það að gera líf og samfélag mannanna sjálfbær, svo við skemmum ekki jörðina. Þess vegna er ein af aðaláherslunum í heimsmarkmiðunum að skilja engan út undan. Við eigum bara einn heim og við erum að hjálpa öllum löndum heimsins að ná heimsmarkmiðunum. Já, því annars byrjaði engan árangur. Þess vegna mætti segja að markmið 17 sé mikilvægasta markmiðið. Það er allavega uppáhaldsmarkmiðið mitt. Ástand númer 6 og 8 og 2 og líka 1 og svo líka 3 og líka 9 og líka 10. Þau eru öll mikilvæg en þetta skiptir öllu máli því það bjargar enginn heiminum einn. Við verðum að gera þetta saman. Af hverju þurfum við að vera að hjálpa öðrum fólki í fjarlægum löndum? Eigum við ekki nóg með okkur sjálf? Getum við ekki bara náð okkar markmiðum og látið aðra sjá sig? Hæ, Súraski. Alltaf gaman að sjá þig. Nei, það er ekki nóg því við búum öll í sama heimi. Heimsmarkmiðin snúast það að gefa fólki tækifæri til að sjá fyrir sér og sínum á sjálfbæran hátt. En hvað ætlar Ísland að gera til að leggja sitt lóð á vogarskálarnar? Einmitt. Til að hjálpa. Okkur langar að fá svör og við erum komið bestu manneskjuna til að svara því. Sæl Kata, gott að fá þig. Takk fyrir að bjóða mér. Ég meina spurningu fyrir þig. Hvað erum við á Íslandi að gera svo við öll náum markmiðunum árið 2030? Já, við erum auðvitað bara að gera mjög margt sem við þurfum að gera til að uppfylla markmiðin og bara tökum sem dæmi bara, ég er að horfa hérna á menntun fyrir alla fyrir aftæk. Það er eitt markmið sem við erum alltaf að vinna að bara með því að tryggja öllum tækifæri í skólunum okkar og hver og einn geti þroska sína hæfileika. Aðgerðir í loftslagsmálum, risamál sem mér stendur mjög nærri og við vorum að tilkynna ný markmið í því að við getum dregið ennþá meira saman í losun á gróðurhúsalofttegundum, þannig að við getum lagt okkar af mörkum en líka lagt meiri áherslu á loftslagstengd verkefni í þróunarsamvinnu, þannig að við getum stutt við aðra sem er að vinna því að draga úr losun. Það tengist hérna sjálfbæri orku sem er líka fyrir aftan mig sem snýst það að þar getum við auðvitað miðlað mjög miklu til annarra þjóðum hvernig við höfum til dæmis verið að nýta vatnsafl, jarðvarma. Nú erum við að fara að nýta vindorku meira, þannig að þetta, við getum mjög margt gert á Íslandi og erum að gera mjög margt. En eitt sem ég verð að nefna því ég er jafnréttisráðherra, ekki bara forsætisráðherra og það er jafnrétti kynjanna. Þar hefur nú Ísland mælst á toppnum þegar svona alþjóðlegi mælikvarðar eru teknir. Frábært. Þannig að við tölum jafnrétti kynjanna alls staðar og gerum allt sem við getum til að bæði auka það hér heima en líka annars staðar í heiminum. Þetta er frábært. Takk hérlega fyrir að koma í HM30.
Og bara takk fyrir mig og við getum öll gert eitthvað til að ná heimsmarkmiðunum. Algjörlega. Frábært plan, en þetta gengur of hægt. Með þessu áframhaldi munum við ekki ná þeim fyrir árið 2030. Svo hvað er til ráða? Leggjast upp í rúm og toga sænginu upp yfir haus? Ó nei, næstu 10 ár verða áratugur aðgerða. Einmitt, en þá skiptir máli að allir leggjast á eitt, ekki bara fyrirtæki og ríkisstjórnir, heldur líka við. Markmið 17, samvinna markmiðin. Markmiðin haldast öll í hendur og í næstu þáttum sjáum við hvernig þau tengjast innbyrðis. Til dæmis, ef þú gerir einhverjum kleift að mennta sig, þá sem leið að minnka líkur að viðkomandi búi við hungursneyð. Markmiðin eru vegvísur okkar að betri framtíð. Það er að segja, öll vandamálin okkar eru manngerð vandamál. Fólk ekki fátækt vegna þess að heimurinn er of lítill fyrir okkur. Það er vegna þess að við höfum búið til svona kerfi þar sem sumir eru ríkir og aðrir fátækir. En við getum breytt þessum kerfum. Ok, en Dídí, þetta er alveg risastórt dæmi. Hvað getum við, ég og þú gert, sem skiptir máli? Eitthvað sem breytir ykkur í alvörunni? Má ég kynna letihetjuna? Við erum öll að byrja þessu verkefni saman og fyrsta mál á dagskrá er að vita að heimsmarkmiðin eru til og ræða þau við fjölskyldu og vini. Svo þau eru búin að kynna okkur öll markmiðin og farin að láta gott á okkur leiða, þá eru búin að færa okkur úr letihetju yfir í heimshetju. Ó já, það er markmið okkar allra. Við lögum til að sjá ykkur í næsta þætti.